fólk með eymd í arf, snautt og þyrst við gnóttir lífsins linda, lítil þjóð sem geldur stórra synda, reist í verki viljans merki, vilji allt sem þarf, trúð á sjálfs þíns hönd en undur eigi, upp með plógin, hér þú í vegi, bóka draumnum, bögu glömnum, breyt í vök og starf. Forseti Íslands, forsætisráðherra og aðrir ráðherrar, borgarstjóri, borgarfulltrúar og aðrir góði gestir. Verið velkomin hingað í Ráðhús Reykjavíkur og á þessa kvöldvöku sem ég hóf með upphafinu á Íslandsljóði Einars Benediktssonar skálds. Ljóðið orti fyrir það bil 100 árum, en í kvöld ætlum við að reyna að feta í fótspor feðranna og sjá fyrir okkur í máli og myndum Ísland við aldahvörf. Þess vegna kannski við hæfi að halda aðeins áfram með ljóð Einars og kynnast þannig betur hvernig hann sá land og líð. Þú, sonur kappakins, lítei svo með löngun yfir sæinn, lútei svo við gamla fallna bæinn, byggðu nýjan, bjartan, hlýjan, brjóttu tóttir hins. Líttu út og lát þér segjast góður, líttu út en gleym ei vorri móður. Níð ei landið, brjót ei bandið, boðorð hjarta þíns. Þú býr við lagarband, bjargar laus við frægu fiskisviðin, fanga smár þótt komist verð á miðin, en gefur eigi á góðum degi gjálpi sær við land. Vissirðu hvað frakkinn fékk til hlutar? Fleytan of smá, sá grái utar. Hver skal lengi dorga drengir dáðlaus upp við sand? Og horfðu heim á bú, upp til heiða, endalausar beitir, en til byggðar, nýttar, eittar sveitir. Sinumýrar, rotnar, rýrar, reyta svörul hjú. Og svo túnið, sérði í blásnu barði bóndi sæll, þar mótar fyrir garði, svona bjóan, hingað hjóan, hann, en ekki þú. Sjá, yfir lög og láð, autt og vanrækt horfir himinn sólin. Hér víst þótt löng sé nótt jólin, fleirað vinn en vef og spinna vel ef að gáð. Sofið til fárs og fremstu nauða. Flýð þó ei, þú svafst þig ei til dauða. Þeim sem vilja vakna og skilja vaksa 1000 ráð. En gáfum gæta þjóð. Gleymdu ei hver svefni þeim þig svæfði, sérhvert lífsmark Íslands deyddi og kæfði. Hungursár þín, tjón þitt, tár þín, týndi í maura sjóð. Skildu rétt hvar skórinn að þér kreppir, skildu hver í bönd þig nefti og neppir. Engu að gleyma í höfn né heima, heil mín ættar slóð. Og Einar, hann heldur áfram. Sjá, hinn ungborna tíð vekur storma og stríð, og þar reyndist skáldið forspár. En í dag, eða réttar þann 1. febrúar 1904, uppskáru heimastjórnarmenn árangur baráttu sinnar og Reykjavík, Markús Örn Antonsson, borgarstjóri. Má ég ekki biðja þig að segja okkur hvernig borgin sem þú stýrir tengist þessum degi 1. febrúar? Samkvæmt heimastjórnarlögunum átti ráðherra Íslands að hafa aðsetur í Reykjavík, en fara svo oft sem nauðsyn var á til Kaupmannahafnar
til þess að bera fyrir konungi ríkisráðinu lög og mikilvægar stjórnarráðstafanir. Heimflutningur stjórnarinnar til Reykjavíkur var einmitt eitt þýðingamesta ákvæði sem fékkst við þessar breytingar á stjórnarskráni, enda var því almennt fagnað að landsmönnum að ráðherrann skyldi framvegis hafa aðsetur í Reykjavík. Klemens Jónsson landritari kemst svo orði í sögu Reykjavíkur. Árið 1904 var að ýmsu leyti merkisár fyrir bæinn. Þann 1. febrúar varð æðsta stjórn landsins innlend og settist að í Reykjavík og var bærinn þá jafnframt opinberlega orðinn höfuðstaður. Óljóst hvaða skilning höfundur leggur í orðið höfuðstaður. Líklegast átt við að Reykjavík hafi verið helsti bær landsins fremur en höfuðborg. Vafalaust hefur mönnum þótt sú nafngift helst til viðhafnarmikil þegar þessi gætt að íbúafjöldinn hafði ekki náð 8.000 árið 1904. En vantaði þau mannvirki eða framkvæmdir gætu innsigla stöðu Reykjavíkurborgar sem höfuðborgar. Á fyrsta áratug aldarinnar var enn unnið að undirbúningi þeirra stórvirkja sem gerðu Reykjavík að raunverulegum höfuðstað. Þegar hinn innlenda stjórn komst á varð Reykjavík í vitund allra landsmanna helsti bær landsins, en þó dróst það ekki lengi að hún fengi borgarnafn. Það gerðist 3 árum eftir að heimastjórnin settist hér að. Árið 1907 var lögskipað að æðsti embættismaður Reykjavíkur skyldi heita borgarstjóri og þar með var einnig framkomið í lögum að Reykjavík væri borg. Segja má hún hafi öðlast höfuðborgarnafnið 22. nóvember 1907 og verið höfuðborg Íslands síðan. Þegar sagnir upphaf byggðar í Reykjavík voru ritaðar gat enginn séð fyrir að hún ætti eftir að verða höfuðborg Íslands. Til ills fórum vér góð héruð, við skulum byggja útnest þetta, mælti Karli, þræll Ingólfs Arnarssonar, þegar Ingólfur hafði reist bústað sinn í Reykjavík, þar sem öndvegishúlur hans hafði komið á land. Minna vitað sögu Reykjavíkur eftir daga landnámsmannsins en fjölda annara höfuðbóla á landinu. Það fyrst eftir að menn tóku markvisst að vinna að því að koma upp kaupstöðum á Íslandi, mörgum öldum síðar, að saga Reykjavíkur hefst á ný. Ný stefna í þessum efnum kemur með nýju stjórnarfari og breyttum atvinnuháttum. Hugmyndin einn höfuðstað og þörfin á honum kom með nýjum hagkenningum, eflingu verslunar og upprennandi iðnaði og nýrri fiskveiðitækni. Með stofnun innréttingana í Reykjavík lagði Skúli Magnússon grundvöll hins íslenska höfuðstaðar í skjóli stjórnar og viðskiptastefnu hins upplýsta einveldis. Hrun og hrakfarir erlendrar einokunar urðu til þess að lyfta undir trúna og tilraunir hans til þess að bæta ástandið á íslenskum grundvelli. Þar með var grunnur lagður að Reykjavík sem höfuðstaðar nýrra hátta í nýju landi. Framkvæmdir Skúla við að koma hér upp útgerð á stórum skipum, íslenskum iðnaði og innlendri verslun voru í fyrstu fádæma stórar í andrúmi deyðar og drunga og andstreymis. Mikill hluti Íslendinga þumbaðist á móti og kveðið var: Íslands góður ábati af innréttingum hygg ég sé, komin fransós kláði á fé og kúrant mynt fyrir spesie. Óvildin í garð hins nýja bæjar blossa líka alltaf upp öðru hvoru, annarkvort óvildin til hinnar nýju stefnu eða óvildin til Reykjavíkur sjálfrar, einkum eftir að hún fékk kaupstaðaréttindi 1786. Nýrri yfirstétt embættismanna var ætlað það verkefni að breyta Reykjavík úr hálfdönskum verslunarstað í þjóðlegan íslenskan höfuðstað. Smám saman tókst það. Árið 1848 gaf Stefán Gunnlaugsson bæjarfógeti út auglýsingu og lét festa upp á almannafæri: Íslensk tunga á best við í íslenskum kaupstöðum, hvað allir athugi. Hann skildi að það var höfuðskilyrði fyrir bæjarmenningu að Reykvíkingar virtu móðurmál sitt og bæjarfógetinn sagði enn fremur: Hér í Reykjavíkur talaður hryllilegur hrærigrautur íslensku og dönsku og kveður svo rant að þessu að þegar bændur koma í kaupstaðinn þá skilja þeir tæplega sína eigin landa sem hér eru búsettir. En álit Reykjavíkur fer að vaxa. Árið 1850, þegar bæjarbúar voru 1000, birtist grein í Þjóðálfi, þar sem vikið að Reykjavík sem höfuðborg. Hefur alþýðamanna hér í landi nokkra hugmynd það að hverri þjóð ríði þá að miklu
að eiga einhvern höfuðstað í landinu er taki öllu öðru fram. Það var forsjónin sem réði því að Reykjavík varð höfuðborg og nú miðbik 19. aldar ætlaði hana í öllu tilliti samsvara þjóðlífi voru. Hún að brjótast og reisa sig á fætur eins og þjóðin öll í einhverjum umbrotum til að hefja sig til dáða og dugnaðar. Skólar, aðrar stofnanir og embætti festast saman í sessi í Reykjavík fram eftir 19. öldinni. Prentverk og blaðaútgáfa, allt vottur vöxt Reykjavíkur sem höfuðstaðar. Smiðshögg hafði þó verið rekið á höfuðstaðatilveru Reykjavíkur þegar hún var gerð að alþingisstað. Jón Sigurðsson var ákveðnasti og rökvísasti fyrirsvarsmaður þeirra sem vildu hafa alþingi í Reykjavík en ekki á Þingvöllum. Hann sagði að þótt hugur og tilfinningar mæli fram með Þingvelli, þá mælir að minnihyggju, skynsemi og forsjálni með Reykjavík. Þótt menn hafi hatast við Reykjavík af því hún væri danskt óræsti og mótsnúin öllu þjóðerni Íslandinga, þá telur hann að standi í voru valdi að gera hana íslenska ef vér viljum. Í grein sinni Alþing á Íslandi sem birtist í fyrsta árgangi nýrra félagsrita 1841 segir Jón Sigurðsson meðal annars staðarvalið. Nú meðan aflið lítið, þá þarf það að sameinast á einum stað svo það geti styrkt í sjálfu sér og síðan unnið að útbreiðslu þess sem gott og oss þörf á með meira afli og samheldni og fylgi. Til þvílíks aðalstaðar virðist mér Reykjavík allvel fallin. Vonandi tekur Reykjavík fram öllum vonum sem forseti gat gert sér alíslenskan höfuðstað, en hann benti í sömu grein ennfremur á að Alþingi ætti að styrkja að sínum hluta fram til framfara bæjarins að því leyti sem framför bæjarins mætti efla framför landsins. Í hugum okkar Reykinga þetta kjarni málsins og enn teljum við að Alþingi eigi að sínu leyti að leggja Reykvíkingum lið í framfaramálum til þess að þeir geti áfram lagt sitt af mörkum til að stuðla að alhliða framförum í landinu öllu. Já, láttu gamminn geisa fram í gegnum lífsins ölfur, þótt upp þær stundum hef ég rammei hræðstu þeirra gnölfur. Sjá hvílík brotnar bárum þá byrðing einum traustum, ef skipið aðeins fer í ferð en fúnar ekki naustum. Og mundu þótt í votri vöru þú vöknar fyrir sandi, að bylgjur þær sem brjóta knör þær bera þó að landi. Og stormur þurrkar segli svip og setjum stund í bleiti, og alltaf má fá annað skip og annað föruneyti. Það vantar ekki þróttinn, áræðnina, bjartsýnina í þetta ljóð Hannesar Hafstein sem Árni Thorsteinsson samdi lagið við, enda veitti okkur ekki af fólki með djörfu og framsæknu hugarfari til að fylgja í fótspor Jón Sigurðssonar og hans manna, ef marka má Íslandsljóð Einars Benediktssonar. Mig langar til þess að biðja þá Bergþór Pálsson söngvara og Jónas Ingimundarson píanóleikara að staldra aðeins lengur við ljóð Hannesar, grípa inn í kvæðabálkinn Norður fjöll og flytja okkur Hraun í Öxnadal, kveðju Hannesar og Árna til Jónasar Hallgrímssonar skálds, og fylgja því svo eftir með stórbrotinni, já kannski tákgrænni náttúrulýsingu, Valagilsá, en lagið samdi Sveinbjörn Sveinbjörnsson skömmu eftir síðustu aldamót.
sem háir hólar hálfan dalinn fylla. Ég í ljósi sólar lærði hörp að stilla. Hann sem kveða kunni kvæðin ljúfu þýðu. Skál í munn og munni mögur sveita blíðu. Rétt við háa hóla raunast allir undir. Þar sem fögur fjóla feirar sléttar grundir. Blasir bæri hvammi bjarga skriðum háður. Þar til fjalla frammi fæddist Jónas áður. Brosir laut og lauti ljómar fjall og hjalli. Lækur vætu veitir vökvast bakkahalli. Geislar sumar sólar silungsána gilla. Þar sem háir hólar hálfan dalinn fylla. Í sóleitri blíðu Kolmórið freyðandi þeytist hún þá og þokar fram stórbjörgum gilinu frá sem kastast í ólgandi straumfalli stríðu. Orgar í bóðum en urgar í grjóti, engu stætt í því drynjandi róti. Áinn sem stundum ekki ég orðin að skaðræðis fljóti. Hefur þú gengið að gilinu þá til gamans á meðan þú bíður? Því fyrst eftir miðnætti minkar á og meðan skemmtun gilið að sjá hve grenjandi hrönn þar við Hrikaberg síður. Hanga þar skuggar á hróðaklettum, hengdir draugar með svipum greppum. Standberg við standberg þar hreikastu á, með hamra svipfettum og breppum. Komdu í gilið en hafðu ekki hátt, þeir í hömrunum þola það ei. Verði
þér hlátur þá heyrirðu brátt, þeir hljóða svo dimman úr hverri átt. Þeir viljaðast nema áin þegi. Þeir eru einvaldir í því gili. Ótal voa í svörtu þili. Í staðhönnum við barinn og byltast í grænum hili. Nú loks komin næturstund og nú sýnist árvatnið blára. Drýpur af stráum og döggbót grund, mig dreymdi að nú væri skárra. Gilið draugslega dimmt og drunga sorst á fjöllum. Straumur freyðir og stökkur hátt, steinar í botni skarka. Sogar strengur og suðar kátt og suðar kátt, en samt held ég látin og slarka. Ég ætla að sjá hvað setur, ég ætla að sjá hvað setur, hvort sjóðandi straumiðu fatt eða brjóstrekinn klár hefur betur. Ég ætla að sjá hvað setur, ég ætla að sjá hvað setur, hvort sjóðandi straumiðu fatt eða brjóstrekinn klár hefur betur. Ég ann þínum mætti í orði þungu, ég ann þínum leik í hálfum svörum, grætandi mál á grátsins tungu, gleðimál í ljúfum kjörum. Ég elska þig málið undur fríða og undrandi krýp að lindum þínum. Ég hlýði á óminn bitra blíða brimhljóð af sálaröldum mínum. Við erum komin út í þriðja og síðasta kaflan í Íslandsljóði Einars Benediktssonar og hann heldur áfram. Mig dreymd eitt sinn í dagsins blíðu, þú drottning allra heimsins tungna. Ég heyrði þig af fólki fríðu, frjálsu og upplitsdjörfu sungna. Menn lutu í öðru en eigin lögum og Íslands heill var þeirra gifta. Menn höfðu aug á eigin högum með alúð þess sem vill ei skipta. Og garður við garð í breiðum byggðum stóð bjartur eins og sumarsaga með röðulgljá í rúðum skeigðum með ræktuð engi og beittan haga.
En inn á vog var sem ég sæi að segl væri að húnum dregin og farmanns gnóðum lagt úr lagi. En landsins börn, þau áttu flegin. Ég leit í draumum dal og strendur, þú drottning allra heimsins tungna. Sá starfsend gleði hreyfar hendur og heyrði þig svo sungna. Það óx frá fjöru upp til fjalla, það óx í gleði rómi traustum, með gripinn hug ég fann það fall og stíg í 1000 raustum. Og hljóður ég í hljómnum yrði, í hugar fró sem einskis saknar. Ég fann það sem að sál mín heyrði, var sigur bragur fólks sem vaknar. Þetta spennandi draumur. En Davíð Oddsson forsætisráðherra, hvernig féll Hannes Hafstein? Hvernig féll Hannes Hafstein, sem okkur hefur orðið svona pínlítið tíðrættum í gegnum lögin, hvernig féll hann af þessum sigur brag fólksins í draumi Einars Benediktssonar? Ég held að hann hafi ræst í þessum draumi. Þessi draumur hafi ræst rétt eins og spádómur farans bókonunar Forðum sem hitti Hannes ungan í Kaupmannahöfn og sagði að hann yrði æðsti maður á sínum landi, eins og Einar Kvaran sagði frá í lögréttu grein árið 1916. Það var stór dagur í Reykjavík fyrir 90 árum þegar landshöfðingjahúsið norðan við Bakarabrekkuna breyttist í setur fyrsta íslenska ráðherrans og varð vísir að stjórnarráði Íslands. Landið hafði lengi sótt allt sitt til erlends valds, því þótt landshöfðinginn væri íslenskur maður og bæri vissulega sem slíkur íslenska hagsmuni fyrir brjósti, var honum full ljós sem á öllum löndum hans hvaðan vald hans var runnið og hver ætti loka orðið. Auðvitað skipti stjórnarbreytingin öllu, en það var þó mikið í húfi að val á fyrsta íslenska ráðherranum tækist vel. Hann varð að sanna með störfum sínum að hinn fámenna íslenska þjóð gæti valdið þeim verkefnum sem með heimastjórninu höfðu fengist. Það myndi ráða úrslitum framhaldið, lok fullveldis baráttunar. Íslendingar eru óvægir menn við samtímamenn sína, en stundum að sama skapi blindir á hetjur sínar úr fyrri tíð. Fyrsti ráðherrann Hannes Hafstein átti sína andstæðinga og öfundarmenn og hart var hann deilt verk hans og vilja. En þó mun flestum löndum nýja ráðherrans hafa þótt mikið til hans koma, allt frá manndóms árum til síðustu stunda. Skáld var hann í fremstu röð, það duldist engum. Myndarlegur maður var hann, jafnvel fagur og bar sig betur en aðrir menn. Þrekmaður var hann og hugum stór. Það síðasta báru ljóðin hans vitni, en ekki síður frægleikur hans við ofurefli útsendara stórveldis, en þá sögu þekkti hvert mannsbarn. Hróður hans hafði því margar bóðleiðir strjálbýlt landið, þótt samgöngur og fréttaflutningur væru á annan veg en nú gerist. Kristjáni Albertssyni þótti Hannesi ekki verið ósýnt neitt annað en skjala og bréfahirðu í sinni tíð. Sjálfsagt hefur eitthvað annað vafist fyrir honum sem öðrum, en ekki hefur það verið margt. Hannes Hafstein reis undir þeim bæntingum sem til hans embættis voru gerðar. Hann var í störfum sínum og framgöngu lifandi sönnun þess að Íslendingar gætu séð málum sínum borgið. Andagift skáldsins, vor hugur hugsjónamannsins, hugur ekki og baráttu vilji þregmannsins og góðvilji drengskaparmannsins voru eiginleikar sem knúðu fyrsta íslenska ráðherrann áfram til verka og fullgerðu þá mynd sem blasir við þjóðinni þegar hún horfir 90 árum öxl til Hannesar Hafstein. Íslendingar voru vissulega fátækir menn í upphafi aldarinnar, en þeir voru ekki lánlausir. Því hvað sem deilum þá og síðar líður,
var það mikil blessun að Hannes Hafstein var fyrsti íslenski ráðherrann. En það var ekki aðeins að spá kerlingar í Kaupmannahöfn gengi eftir framtíðins unga námsmanns sem þá dvaldi þar. Heitstrenging hans sjálfs í ástarjátningu til Íslands bilaði í engu. Tæplega 20 yrkir hann: Ef verð ég að manni og veiti það sá sem vald hefur tíða og þjóða, að eitthvað ég megni sem lið má þér ljá, þótt lítið ég hafi að bjóða, þá legg ég að föngum mitt líf við þitt mál, hvern ljóðstaf, hvern blóðdropa, hjarta og sál. Aðrir, jafn ungir menn, hafa ekki ávarpað þjóð sína betur og að auki staði við hvert orð sem svo spámannlega var framsett. Skáldbróðir hans, Tómas Guðmundsson, borgarskáld, sagði Hannes Hafstein 80 árum síðar: Á tvennum vettvangi verður nafn hans aldir tengt þáttaskilum í þjóðarsögunni og tvímælalaust myndu þeir hvorum sig, stjórnmálamaðurinn og skáldið, reynast einfærir þess að sjá orðstýr sínum borgið. Samt því svo varið að í ævi Hannesar Hafsteins liggja leiðir beggja mjög saman og þó með minnistæðustum hætti á einn veg. Hann varð sjálfur glæsilegasti forvígismaður þeirrar endurreisnar sem ljóð hans boðuðu, lifði til þess að gera skáldskap sinn að veruleika. Við skulum nú heyra Ragnheiði Steindórsdóttur flytja okkur kvæðið Aldamótin, en þar tala þau einni röddu til þjóðarinnar, skáldið og þjóðmæringurinn. Drottinn sem veittir frægð og heill til forna, farsæld og mandáð, vek oss endur borna. Strjúk oss af augum nótt og harm þess horna, hnýinnar aldar tárin láttu þorna. Dagur risinn, öld af öld borin, aldar sól ný send að skapa vorin. Árdegið kallar, áfram liggja sporin, enn ei vorri framtíð stakkur skorin. Aldar á morgni vöknum til að vinna, vöknum og tíumst, nóg til að sinna, hátt ber að stefna, von við traust að tvinna, takmark og heit og efndir saman þrinna. Fjallkonan unga, yngst af Norðurlöndum, óminn fær heyrt af dáð frá systraströndum. Bíður með þrá sem ástmey örmum þöndum, eftir þeim svein leysi hann af böndum. Sólgeisla hárum herðar bjartar fellur, hátt móti rauðli fannhvítt brjóstið svellur, eld heitt í barmi æsku blóðið vellur, aldanna hrönn að fótum henni skellur. Kraftinn hún finnur, öfl í æðum funa, ólgandi fossa kynja mögnin duna, auðlindir sjávar ótæmandi bruna, ónotuð frjógnótt beiskju vekur muna. Veit hún að hún ei af kotungskyni, kann og að fóstra marga vaska syni, mænir nú hljóð gegn ungrar aldar skyni, á hún þar von á lengi þráðum vini. Sú kemur tíð að upp af aldahvarfi upprís þú frón og gengur frjálst að arfi. Öflin þín huldu geysast sterk að starfi, steinurðir skreytir aftur gróðrar farfi. Sú kemur tíð sárin foldar gróa, sveitirnar fyllast, akrar hylja móa, brauð veitir svonum móður moldin frjóa, menningin vex í lundi nýrra skóa. Sé ég í anda knör og vagna knúða, krafti sem vannst úr fossa þinna skrúða,
stritandi vélar, starfsmenn glaða og prúða, stjórn frjálsa þjóð með verslun eigin búða. Íslenskir menn, hvað öldin ber í skildi, enginn fær séð hver fegin sem hann vildi. Eitt er þó víst, hún geymir hel og hildi. Hlífi þér ættjörð, Guð í sinni mildi. Hitt er og víst, að áfram miðar, upp fram til ljóssins tímans lúður kliðar. Öldin oss vekur ei til værðar friðar, ung er hún sjálf og heimtar starf án biðar. Starfið er margt, en eitt er bræðrabandið. Boðorðið, hvar sem þér í fylking standið, hvernig sem stríðið þá og þá er blandið, það er að elska, byggja og treysta á landið. Þá mun sá Guð sem veitti frægð til forna, fósturjörð vora reisa endurborna. Þá munu bætast harmasár þess horfna, hugsjónir rætast, þá mun aftur morgna. Þá munu bætast harmasár þess horfna, hugsjónir rætast, þá mun aftur morgna. Við erum stödd hér í dálítið sérstæðu umhverfi, mitt á meðal fjölda forvitnilegra ljósmynda, óyggjandi sönnun fortíðina, og þessi kvöldvaka og þessi ljósmyndasýning tengist beint og óbeint atburðum og atvikum sem gerðust hér á landi aldamótin síðustu. En einn var sá merkisatburður sem þið finnið hvergi á ljósmynd. En hann var þegar landshöfðinginn Magnús Stephensen kom á hádegi þann 1. febrúar 1904 í hús það sem nú kallast Stjórnarráð, hitti þar Hannes Hafstein og Magnús gekk út, fyrrverandi landshöfðingi, heimastjórnin orðin veruleiki, en Hannes satt eftir, fyrsti ráðherra Íslands og Reykjavík orðin að höfuðstað eða höfuðborg. Í dag hefði ekki vantað ljósmyndarana, en hvar voru þeir við þetta tækifæri? Ljósmyndarinn, takið eftir ákveðna greininum, Eymundsson ljósmyndari var í vitlausum flokki. Hann fylgdi valtískunni og hefur kannski setið heima hjá Birni Jónssoni ritstjóra Ísafoldar og drekkt sorgum sínum. Og nú ætlum við að bæta úr þessu með því að sýna ykkur með aðstoð leikarana Gísla Alfreðssonar og Jóhann Sigurðarsonar hvernig Indriði G. Þorsteinsson rithöfundur sér fyrir sér þetta hádegi 1. febrúar fyrir 90 árum. Ég sé að ráðherra landsins hefur byrjað daginn snemma. Hér endurtökum við leikinn frá 1262, nema nú er runnin dagur lands og þjóðar sem hefur náð færum sínum. Ekki syrgið það. Embætti mitt sem landshöfðingi hefur verið mér lítið gleðiefni. Ég hefði heldur vilja setjast í landsyfirréttinn. Menn hafa sagst hafa stappað fótum í jörðina í 18 ár yfir því að lítið bæri við. Samt vildi ég þjóð minni vel. Við erum báðir Íslendingar. Margur hefði viljað sjá þennan dag fyrr, en nú er hann risinn bjartur og svalur eftir langa og erfiða tíma sem menn eiga bágt með að gleyma. Ég hef setið í því sögulega hlutverki að vera fulltrúi konungsvaldsins sem allir vilja feikt. Tregur gekk ég til þessa leiks, en vík nú frá honum með eftirsjá. Mönnum er þannig farið og 18 ár eru langur tími starfsævinnar. Þó reynsla aldanna sé mikil sverð mun aftur morgna. Nú þarf að strjúka nótt af augum og stíga skrefin fram á við mót nýrri öld.
Ekki vil ég láta líta á mig sem fulltrúa næturinnar. Mestu máli skiptir að við séum samstíga öðrum þjóðum og höldum hlutvorum í samskiptum við þær með reisn. Ég vil miklu heldur láta líta á mig sem fulltrúa þess þegar aftur byrjar að birta. Þó margt illt hafi verið sagt Dani og fulltrúa þeirra hér á landi, já, og Danir sjálfir haldið því fram að þeim var illa stjórnað. Það mun sú kenning ekki framar verða vögguljóð eða morgun andakt vor Íslendinga verum komnir á frelsiskriðin og kljúfum öldur mótlætis úr þessu fyrir eigin afli. Margir hafa verið tilnefndir til að ýta okkur úr vör, en ég verð að segja að sáttur einu núna þegar þér eruð hingað komin sem fyrsti ráðherra landsins fyrir tilstuðlan framsýnna flokksbræðra á Íslandi og góðara manna í Danmörku eins og Brandesar og Íslands ráðherras Alberti. Þetta er vel mælt. Manni sem sjálfur kom til greina í þetta ráðherra embætti þangað sem ég er komin. Bundinn kostum og göllum þingræðis, en þó fyrst og fremst bundinn vonum og þörfum þjóðarinnar sem einnig eru mínar vonir. Fyrsti ráðherra landsins með búsetu í Reykjavík sem leið verður höfuðstaður landsins er mikið meira en ráðherraembættið eitt. Hér erum við að tala leiðarskil til frelsis. Héðan verður ekki snúið tilbaka. Það er eins og maður sjái út í sjóndeldarhringinn roðan af sjálfu lýðveldi landsins. Þér áttu þiðar þátt í sigrinum, þér stuttuð heimastjórnarflokkin og hingað eru við komnir í dag til þessara stundar. Við erum endurborin þjóð, meiri segja saltfiskurinn er horfinn úr skjaldarmerkinu og kominn fálki í staðinn. Það er fugl sem er snarpur í átökum og geiglaus, við þekkjum það fyrir vestan. Ég gerði mitt besta. Samt hefur mér alltaf fundist að landshöfðingin væri svo lús á milli tveggja nagla. Naglarinnar á Alþingi og naglarinnar á stjórninni. Enginn mun gefa starfi yðar vont eftirmæli. Hvað sem því líður, þá er ég ánægður yfir því að stjórn landsins skuli nú vera komin í hendur þess manns sem hefur hæfileikana sem mig hefur vantað til að efla heill þjóðarinnar og ryðja nýjar framfarabrautir og hefur auk þess vald til að hrinda hugsjónum sínum í framkvæmd. Ég þakka þessi hlýju orð. Já, þér hefði þá stutt fleira en heimastjórnarflokkin. Ég gerði mitt besta. Ég studdi yður vegna þess að fasiðar og framkoma og kvæðiðar er eins og von þessara þjóðar. Auk þess eru þeir sniðin fyrir glæsi hallir, jafnt og lágbýli alþýðunnar. Þannig á fyrsti ráðherra landsins að vera. Þeir Íslendingar hafa aldrei þurft að óttast góðan hug yðar. Það krafist meira landshöfðingja en hann sinni viðunandi daglegum embættiskyldum, einkum þegar ráðgjafinn er danskur, ókunnugur landinu, ókunnugur meinum þess og þörfum og þess vegna ófærum að finna hinn réttur ráð til að ráða á þeim bót. Fegin vildi ég geta verðskulda það traust sem menn bera til mín og fullnægt þeim vonum sem til mín eru gerðar. Ég kvíði því að það mun ekki auðgert, enda eru vonirnar miklar og óþolinmóðar. Þér verður þó varla talin konservatív eins og ég. Nei, það meg allir glöggt sjá að þér vilji leysa flestra vanda. Ég hef reynt að hafa augun opin fyrir þörfum þjóðarinnar en mér hefur ekki tekist að finna hinn réttu ráð til að ráða bót á þeim. Ekki unnt að gera allt í einu. Ég býst við því að sumir verði miður ánægðir fyrst í stað, en þó vonast ég eftir vægum dómum frá þeim mönnum sem skynja að erfiðleikarnir sem við að stríða eru allmiklir, sérstaklega því að fjárhaginn snertir. Mér hefur alltaf fundist að alþýða landsins mætti vera betur menntuð en hún er. En samt hef ég enga trú á hinum mörgu skólum í öllum mögulegu. Ég hef enga sympatí með þeim aragrúa sem nú er af námsmönnum og læri megjum sem fylla leikhúsin og tombólunnar. Með stjórnina í landinu sjálfu á þjóðin að standa miklu mun betur að vígi í átt til framfara en hún hefur gert margar undanfarandi aldir. Skólar eru og verða einn þáttur framfarana. Já, það má vera að skóla séu nauðsyn. Ég kannast líka við það að framfarir í búnaði eru mjög svo nauðsynlegar. En ég get ekki fellt mig við það að landsjóður eigi að greiða svo marga aura fyrir hverja þúfu sem einhver bóndi sker ofan af eða stingur upp í túni sínu. Mér kemur í hug hvort
hvort einhver formleg heit eigi að viðhafa á þessum degi tímamóta þegar ég tek við landsjóði sem áður var í yðar höndum. Ef þér eruð að tala landsins kassa, þá því til að svara að engan kassa get ég afhent yður í bókstaflegri merkingu. Þegar ég tók við embætti eftir sviplegt fráfall Bergsálu og Thorbergs, þá fylgdi engin úttekt eða bréf. Öllum reikningum og sjóðum og sparisjóðsbókum skila ég yður án greinargerðar sparisjóðsbækur, sjóði og önnur skilríki. Nú, við þurfum þá ekki að skrifa undir neitt. Skallega sé þér hér enginn sem afhendir og enginn viðtakandi. Já, hér afhendir þetta bref í manu, hér eru nokkrar innistæður í Landsbankanum. Ég ætlast ekki til neinnar heildarkvittunar. Já, óhátíðlegra getur það nú alla verið. Veislan í kvöldið í Narmannahúsinu verður hátíðlegri. Það skulum við vona, en það er hún haldin til að kveðja landshöfðingjan og hinna fráfarandi stjórn. Oft hefur verið skálað af minna tilefni á Íslandi. Megið þér njóta góðs ævikvölds á friðarstóli. Oft hefur all hvasst verið að yður vegið, en yður sást sjaldan bregða. Nú er brýnum lokið, þér hafi verið tryggur vinur vinaðiðar og frændrækin sem aðalsmerki góðra drengja. Ég þakka vináttu yðar. Megið þér vel njóta embættis yðar. Nú er vor hugur mönnum. Megi heimflutningur stjórnar landsins boða viðreisn og framfarir. Drekkum hestaskál. Ég hef skipt stjórnaráðinu í 3 deildir. Landritari verður Klemens Jónsson, sýslumaður og bæjarfógeti á Akureyri. Jón Magnússon, landshöfðingjaritari, verður skrifstofustjóri kennslu- og dómsmáladeildar. Jón Hermannsson kandjúr verður skrifstofustjóri atvinnu- og samgöngumáladeildar. Og Eggert Brím, sýslumaður Skagfirðinga, verður skrifstofustjóri fjármála- og endurskoðunadeildar. Skál fyrir Íslandi og Íslendingum, þeir lengi lifi. Þeir lifi. Ég verst á fáki fráum frammi með veg og því alla hlýðum háum hleypi ég og góla kissir kinn og góla kissir kinn á harða spretti hendist áfram klárinn minn. Það sem fjöllin fljúi móti mér sem hólfur lofti kljúfi klárinn fer og lund mín svo létt og lund mín svo létt. Eins og gæt ég gjörvallt lífið geysað fram í einum sprett. Fjör í æðan færist, bátnum með, við hjarta létta rærist. Lævíkið að finna fjörtöxtinn, Þú ert mest í gæða gammur, góði léttir klárinn minn. Hver háttan lyftir nakka, hvessir brá og hringan reykinn makka forvið á. Faxi flaksast til, grundin undir syngur söngva slétt við léttis hófa spil. Lægum sprettin léttir, líttu á, við eigum brekku eftir, hún há. Nú æjum við fyrst högg, áður söng og hófa hljóði, hef ég með rjóma fjalla þögg. með þessum spretti Sveinbjörnssonar og Hannesar Hafsteins þökkum við öllum sem lagt hafa hönd á plóginn við vegna þessarar kvöldvöku
sem nú er á enda, en fyrst og fremst starfskröftum ljósmyndasafns Reykjavíkurborgar sem staðið hafa að þessari glæsilegu ljósmyndasýningu sem hefur fengið nafnið Ísland við aldahvörf. Á vegum lýðveldishátíðarnefndar Reykjavíkur verður sýningin áfram hér í Ráðhúsi Reykjavíkur út febrúarmánuð og eru allir velkomnir. En ykkur, kæru gestir, sem hér eruð, býð ég að skoða sýninguna núna. Ég ætla að biðja ykkur að fara aðeins upp á loft og þykja svona smá glas, og meðan að það þarf að svona aðeins að rútta til og gefa ykkur pínlítið meira pláss hérna, og við þurfum að hagraða aðeins sýningunni svo að hún verði eins og hún á að vera, eða sem næst því. Og